þá það vika 5 í vegforritun 2 og efni vikunar það sem við byrjuðum aðeins að skoða í seinustu viku sem Postgres og hvernig við tengjum það við í raun forritun okkar og hvernig við keyrum einhverja virkni sem leyfir okkur að sækja gögn og skrifa gögn ofan í gagnagrunninn og hýsing og námsefni vísar í raun í efni þar sem við erum að nota Heroku og svona aðeins má hugmyndarfræðina á bakvið Heroku í kringum þetta 12-faktor app og hvernig við tengjum hluti eins og gagnagrunna við í gegnum svona tengistrengi eða sem svona resursa sem við bætum við sem mjög svona sterk pæling þegar eins og við munum sjá núna þá erum við raun að vinna með einn gagnagrunn á okkar vél meðan við erum að forrita og bara búa til forritið en síðan viljum við setja þetta eitthvað upp þar sem þetta keyrir í raun einhverju raunumhverfi eða testumhverfi eða eitthvað og þá það eina sem við þurfum að breyta einn strengur. Síðan ætlum við að skoða og verður sett fyrir verkefni 2 og hópverkefni 1. En hvernig var með efnið? Eru þið búin að skoða Postgres? Eru þið búin að prófa að setja upp Postgres á vélunum hjá okkur? Já, allt góðu. Það raun í mæli eindrið með að gera í vikunni að því ef þið lendi í vandræðum með það þá svo leiðilegt að alltaf setjast niður og byrja að vinna verkefni með stuttan tíma og lendi í einhverjum vandræðum með að koma upp þessu sem alveg kritískur partur af verkefni. Þannig að bara það að þetta komi upp var bara frábært að það gengur vel en ef það vesen þá hafa smá tíma til þess að vinna í því. En með Postgres þá vorum við að skoða í seinustu viku þetta verkefni 2 frá því fyrra og ég ætla að halda áfram í því og skoða eins í raun út frá því hvernig við erum að vinna með gagnagrunninn og hvernig við getum í raun skoðað hvað að gerast í gagnagrunnum. En það sem við keyrðum upp var í raun þetta að búa til þennan gagnagrunn og þetta skipin sem við fáum þegar við erum búin að setja upp Postgres. Þannig að við fáum PSQL skipun sem opnar í raun einhver default gagnagrunn sem heitir núna bara sama á notandinn minn inn á tölvuna. Ef ég geri hérna create database foo þá til einhver gagnagrunnur sem heitir foo. Ég get hengst orðin svona og ég get gert create table og þá þarf ég að setja eitthvað inn í þá töflu til þess að búa hana til. Það allt gott og blessað að vinna þetta svona í þessu command line tóli en oft á tíðum þægilega bara að sjá visuált hvað að gerast og þá til tól sem heitir pgadmin sem með flenni stórri og góðri loading skjámynd. Hérna þegar maður setur þetta upp þá þetta lykilorðið sem maður setur upp inn á í raun database serverinn þannig að hann núna kominn og ég tengdur inn á hann hérna og svo þetta fyrir notanda minn inn á þetta þannig að þetta inn á þetta og hér ekkert password en í hinu þurfti ég að setja password. Þannig að hér getum við skoðað gagnagrunnum sem ég hef sett upp á þessari vél og hérna gagnagrunnum sem við settum upp í seinasta tíma. Þá get ég farið hérna undir schemas og ég get farið undir tables og þar get ég fundið í raun þessar töflur sem við bjuggum til. Og þið sem eru búin að taka hérna gagnasafnsfræði sjáu í raun að það hægt að búa til hérna einhverja aðra hluti eins og view sem þá í raun svona on the fly birtingamyndir ofan á töflur þar sem við erum að búa til einhverja skýrslu eða eitthvað svoleiðis, materialized view sem man ekki alveg nákvæmlega hvað það hægt að búa til svona stored procedure þannig að við getum búið til föll sem keyra eitthvað ákveðið ofan á gögnum okkar eða þegar við erum að setja inn gögn við getum gert eitthvað stored procedure sem vistar eitthvað ákveðið í eitthvað töflu og út frá því eitthvað annað en í aðra töflu og eitthvað svoleiðis. Það þetta búið til nýja operatora, það þetta búið til triggera þannig að við getum sagt alltaf þegar það insertað í þessa töflu eða deletað á þessari töflu þá gerist eitthvað, við getum skilgreint það. En þannig að þetta alveg miklu meira en það sem við erum að skoða. Við erum að skoða bara svona alveg basic hlutin sem bara búin til töflu og geymum gögn í henni. Þannig að þá ég hérna með events og ég get farið hérna, ég get gert scripts og ég get gert select og svo get ég ítt hérna á play-takkan og þá get ég séð gögnin sem við vorum í raun að sjá í viðmótinu og ég get farið og ég get breytt þeim
og ég get bætt við nýri færslu, þannig að þetta svona aðeins þægilegra en að vera að reyna að gera þetta í gegnum þetta command line tól. Þó svo að command line tóli sé alltaf gott, að þegar sem við munum sjá eftir þá ekki í raun, það eru mörg tól sem að bjóða manni bara mjög beint á augum upp á að nota þau. Þannig þá get ég séð hérna í raun hvernig select skipunin mín verður og ég get þá núna að fara að segja ok, ég vil fá hérna einhverja ákveðna select skipun sem gerir eitthvað ákveðið. Þá get ég unnið mig áfram með hana hér í staðinn fyrir hugsanlega að vera að keyra hana í kóða og vera alltaf að þurfa að keyra upp fallið og reloada viðmótinu eða í post eitthvað til þess að sjá það gerast. Ég get raun prófað mig áfram og síðan fært það yfir í kóða. Þannig að til dæmis það sem við erum með hérna erum við með þetta fall hérna sem í raun bara keyrir þetta query á móti gagnagrunnum, fær hérna tengingu úr database poolinu, keyrir queryið, lætur vita að það er eitthvað villa og skilar null og losa síðan tenginguna. En síðan erum við með eitthvað eins og hérna, að hérna vill ég fallið sem býr til event, að það tekur við upplýsingunum sem við þurfum, sem er þetta nafn, þessi slug og þetta description, býr til síðan þetta insert skipun og keyrir hana með þessum gögnum hérna. Koma aðeins aftur að þessu eftir, að ég ætlaði fyrst að fara í bara einfalt select. Þannig hérna er í raun bara með nákvæmlega sama og er hér. Fyrir utan að hérna er public fyrir framan sem er í raun heitið á því að þetta er að búa til mörg svona mismunandi skemu, namespace heldur ég að kalla þetta bara. Þannig að þetta virkar hvort heldur sem er með eða án. En hérna get ég sett bara keyrt þetta og ég vil bara fá name, þá get ég keyrt þetta hérna og ef ég ger einhverja villu þá fæ ég í raun syntax villuna hérna og oft á tímum getur verið þægilegra að debugga það hér. Er þetta of lítið? Ok, meikar þetta sens sem er komin. Þannig að þetta er bara svona algjör basic, bara, þetta er bara alveg fyrstu skrefin í það að nota gagnagrunna. Og þegar við erum komið með þetta, þá höfum við bara, getum við alltaf bara stækkað flækjustigið sem við viljum vera að nota, eins og er hérna í þessu. Þannig að þetta er ekki mikið verið að nota join hérna, en það sem við getum sett inn hérna, við getum sagt hverjir eru búin að skrá sig á einhvern ákveðin event og þá sjáum við aftur þetta dollar eitthvað hérna sem er notað hér. En þegar við viljum í raun senda inn eitthvað dýnamíst inn í SQL fyrirspurn sem er eins og hérna, nú vil ég fá nákvæmlega þá aðila sem eru skráðir á nákvæmlega þennan viðburð. Þá gæti ég sett bara hérna meðan ég er að testa þetta, þá get ég sagt bara hérna select ID from events, kert þetta, ok, við erum með þetta hérna where event jump to 1. Þá fæ ég þessa aðila sem eru tengd í þessum hérna viðburði, eða ætla að fara að mæta á þennan viðburð. Svo ef ég tek þetta svona og ég segi ok, flott, ég veit þetta skila með þeim gögnum sem ég þarf hérna, ég seti þetta hérna inn og formata eitthvað til, já, heyrðu, þetta hérna, já, ég ætla að setja bara svona sem að gæti verið fyrsta hugsunin okkar. Tek bara þetta og út úr þessu, miðað við að ég fæ réttan event hérna, fæ ég bara inn rétta ID-ið og það verður bara að vera einn eða eitthvað og svo bara kemur einhver villa og allt í góðu. En það sem við gerum með því að gera svona, að senda þetta hrátt yfir sem streng, er að sá sem kallar í þetta hérna, sem að gæti bara verið forritið okkar, en gæti líka komið úr viðmótinu. Gæti verið að sé eitthvað form, einhver query-strengbreyta eða eitthvað sem er tengt við þetta, sem þýðir að notandi getur sendt ófiltrað hugsanlega gögnin beint í kallið okkur í gagnagrunninn. Þannig að ef einhver sendir hérna svona og gerir eitthvað svona og segir svo bara drop table registrations hérna, slökkum á Copilot. Þetta er comment hérna, en ef við gerum þetta náum að koma svona inn,
þá keyrist þetta hérna sem selectar það sem við vildum selecta, en síðan hendir það öllu úr töflunni og þá þetta orðið þetta sem SQL injection. Með því að setja þetta svona sem breytu, þá erum við að aðskilja skipunina sem við erum að senda frá gögnunum sem komin í skipunina. Gögnin sem komin í skipunina getur þá verið alls konar, þá getur verið tilraun til þess að injecta einhverju sorpi, en það mun alltaf vera að passa upp á það að því að skipunin mun ekki vera partur af skipuninni, það mun bara vera gagn sem kemur inn í skipunina. Þannig að þetta svona helsti öryggisveikleikinn sem að við erum opin fyrir í þessum verkefni sem við erum að vinna núna með gagnagrunnum svona SQL injection árásir. En við förum nánar yfir það við förum yfir öryggismál í næstu viku og þá annað sem reyndar það hvað ef ég get sendt eitthvað hérna sem síðan birt notandanum á einhverju tímapunkti og þá fáum við svona XSS eða cross-site scripting árásir. Þannig að það ástæða fyrir því að við erum með þessa breytu hérna og svo gögnin sem fara inn í þetta kall sem við erum með hérna að fara bara inn í þetta client.query sem tekur við queryinu og síðan fylki af values. Og fylkið verður að passa við þessa breytur. Þannig að við sem við breytu 1, 2 og 3 þá verður við með fylki sem með 3 stök í. Eins og við erum með hérna. Síðan, þegar við erum að búa til svona skráningar, þá getum við sett inn skilar eitthvað ákveðinu. Þannig að við erum að búa til færslu og við viljum skila niðurstöðinu úr færslunni, sem að getur verið gott af því að við þurfum til þess að fá ID-ið, það ætlum að redirecta notandanum eitthvað, það ætlum að segja hérna, hei, núna þessi hérna eitthvað tilbúið. Og ef við værum ekki með þetta svona, þá getum við þurft að selecta aftur, þá selectum við eftir hverju, selectum við eftir slugginu eitthvað svona og þá erum við komin svona vandræðalegt eitthvað hvernig eigum við að sækja þetta. Þannig að með því að bæta við þessu returning að þá getum við búið þetta til. Þannig að þá getum ég sagt hérna búum til eitthvað hérna. Og ég reyna að keyra þetta og þá fæ ég lykillinn ennþá til key ID. Þannig samt eitthvað skrítið, reynum að fá þetta rétt hérna fyrst. Þannig nú fékk ég hérna og hann með út af því hvernig við skilgreinum töflun okkar, þá þessi ID-reittur hérna, primary lykillinn, hann incrementast bara, þetta bara hlaupandi heiltala. Þannig að núna get ég ekki gert þetta aftur af því ég búin að segja að name verður að vera unique. Þannig að eða slug verður að vera unique eða bæði. Þannig að ég get ekki verið með 2 viðburði sem heita nákvæmlega sama því að ég búin að ákveða það sem bara virkni í forritinu mínu, það meikar ekki sens, það ruglandi fyrir fólk. Þannig að þá get ég tekið eitthvað sem raunveruleg krafa í forritinu og ég get kóðað hana bara beint inn í gagnagrunninn minn. Ég get bara sagt þetta má ekki. Og þá veit ég að gögnin mín munu aldrei verða þannig að ég get verið með 2 viðburði sem með sama sluggið eða sama heitið. Þannig að þetta þetta byggir inn svona data integrity að þegar ætlum að vinna með þessu gögn þá eru þau bara rétt þegar við skilgreinum þau rétt og þá náttúrulega gefið að við skilgreinum þau rétt. Við getum alltaf gert vitlaust í því. Þannig að þá getum ég búið til annan gaur hérna og ég get fengið líka hérna created og þá getum ég séð þessi var núna til hérna 1528. Ég sé bara nákvæmlega hvað var til. Þannig að þessir hlutir select, insert og nota þessar breytur þegar við erum að selecta eða inserta eða síðan updata svona grunnurinn sem við erum að fara að nota núna í þessum fyrstu verkefnum. En síðan erum við með í hópverkefninu, þá mjög líklegt að það þurfi að vera eitthvað svona join sem komið til þar sem við erum að tengja saman 2 töflur til þess að fá einhverjar upplýsingar til dæmis fyrir vefverslun, þá ertu með töflu fyrir vörur og þú ert með töflu fyrir pantanir og tabla fyrir pantanir ekki að replikera hver einustu vöru, heldur vísa bara eftir einhverju ID í vöruna, en í pönturinni ertu kannski með, ég ætla að kaupa 3 stykki af þessu, en þá segir við, heyrðu, þá vil ég fá þetta, ég vil fá heita á vörunni, ég vil fá verðið á vörunni, bara stakt verð eða einingaverð og svo vil ég fá línuverðið sem þá 3 sinnum einingaverðið. Þá get ég gert það allt í gagnagrunnum og ég get bara látið gagnagrunnum skila
þeim gögnum. Þannig að þetta er svona að vinna með gagnagrunninn, vinna með þetta, sjá hvernig gögnin eru, fikta okkur áfram með þetta, skoða hvernig þetta lítur út og núna til dæmis myndi ég vilja geta bætt við einhverju hérna, þá get ég farið hér og ég get farið í columns og ég get bætt við nýjum dálk hérna og þá sjáum við hvaða möguleikar eru á gagnatýpunum sem að gagnagrunninn býður upp á, eða ég get farið í þetta skema hérna og bætt þessu við hér. Hvaða kosti sjáum við það að bæta þessu við hér versus að bæta þessu við á hinum staðnum? Í gegnum eitthvað svona GUI-tól eða skrifa þetta niður í eitthvað svona textaskjal. Ég er bara svona alveg að ég mista bara. Já, allt er góð. Ok, það sem ég sagði á hann með að við getum keyrt þetta hérna á tölvunni minni. Hvað myndi það þýða ef ég myndi búa þetta til hérna á gagnagrunnum í tölvunni minni og síðan þurfti ég að búa þetta til á einhverjum öðrum gagnagrunni? Hvað myndi ég þá þurfa að gera? Það er sama á tveimur mismunandi stöðum. Já. Kannski mörg sjónir. Já, eða ef ég gerir þetta hérna, hér, Já. og svo er ég með annan gagnagrunn einhvers staðar annars staðar á einhverju annar tölvu, og þeir eru þá ekki orðnir eins, þeir eru ekki lengur eins, þannig að hvernig myndi ég geta resolva það? Og merge konflikt er rétt, en út af því að þetta lifir í gagnagrunnum, þannig að skilgreiningin er bara í gagnagrunnum. Það er svona konflikt, svona skema. Já, þá er akkurat skemað hér, sem leyfir mér að segja þetta er það sem ég er að keyra á móti gagnagrunnum og þá get ég keyrt þetta, annarkvort þá strauja gögnin eða búið til eitthvað svona migration script er oft kallað, þar sem ég er að horfa á skemun mín sem útgáfur. Þannig að þetta er skema með útgáfu númerið 1. Svo er ég búinn að sjá hérna nú þegar ég bæta við nýrri virkni, þá fæ ég skemu 2 og þá býð ég til breytingar á skemanu sem er möppun á skema í útgáfu 1 yfir í skema í útgáfu 2 og svo framvegis og svo framvegis. Það má ekki að henda úr gamla gagnagrunnum. Jú, og það getur gerst að það þurfi eitthvað svona clean up líka. Ég droppaði þessum rate eða ég hætti að nota þessa töflu og þá þurfi líka að droppa töflunni. En þá getur það líka samanskapi verið, ég bæti við einhverjum rate og ef hann er not null, hvað er þá default gildi í honum? Ef hann er tala, hvað er default gildi í honum? Ef hann er tengireiti við einhverja aðra, hvað tengist hann? Já, þú stefst með gagnagrunn og með eitthvað bara sem user eða eitthvað og hann með eitthvað attribute, svo bætir við seinna einhverja aðra attribute og seifa nýjan user með einhverjum fleiri upplýsingum en gamli gagnagrunnur, hann kann bara handla gamla usera. Já. Þá farið villu. Þannig að þetta að við reyna að keyra nýja virkni, ef við myndum gera allar þessar breytingar hérna hjá okkur, keyra það síðan upp á einhverjum production server sem var með gamla útgáfu gagnagrunnum, reyna að keyra þetta inn, þá farið villu, af því að þú uppfærir ekki gagnagrunninn á samanskapi, þannig að application kóðin og gagnagrunns skemað væri í syngi. Og þess vegna að keyra þetta svona leyfir okkur að sjá nákvæmlega hvernig taflan var til. En það sem við erum ekki að leysa hérna er þetta migration skref. Og til þess er hægt að gera það í höndunum, en ég hef gert það nógu oft þess að vita að það er ekki málið. Þannig að það er til tól sem að make a sense fyrir það. Og ég ætla aðeins að snerta á einu sem heitir Prisma, en ekki núna í dag, heldur aðeins þegar við erum komin á stað með þetta. Það er svona tól sem leyfir okkur að taka þessa pælingu einu skrefi lengra og býr til sitt eigið svona DSL eða svona Domain Specific Language fyrir það að skilgreina gagnaskema sem að getur virkað fyrir MySQL, fyrir Postgres, fyrir MongoDB og fleiri svona gagnagrunns vélar og leyfir okkur þá að bara skipta á milli með minniháttar vesinni á milli þess og að geta síðan migrata, sagt hérna er útgáfan þar sem ég var bara með nafn, nú vil ég bæta við stað og þá get ég bara sagt bæta við stað, þá fæ ég svona migration skriftu og ég fæ leiði til að keyra hana á keyrandi forrit. Ok, þannig að þetta er svona ykkar aðalverkefni í vikunni
ef þið eru ekki nú þegar búin að því, er að setja upp Postgres á ykkar þróunarumhverfi og setja upp þetta og geta séð annarkvort að þið getið, þú veist, gert þetta eins og ég var að gera þetta í einhverju tóli svo PG-admin eða gegnum PSQL, geta inserta, geta séð í raun sýnilaustuna þessu forriti virka hjá ykkur. Hvaða útgáfa á að setja inn af? Postgres. Nýjasta ætti að virka, við erum ekki að nota neina, ég veit ekki, er það 12, 13 eða 14? Ég væri nú vera 15,1. 15, já, þú veist, þetta er að hreyfa sér svolítið hratt, ég held að ég sé sko, ég er með 12 hér, en ég hef búin að prófa þetta líka með 14 og það var í lagi. Já, ég frekar setja 14. 15 ætti líka að virka, en þú getur verið 14 og þá getur verið alveg pottþétt að það sé ekkert vesen, en það verður örugglega samt eitthvað vesen. Ok, einhverjar spurningar varðandi þetta? Er venjan í einhverjum bara, einfaldum vefsíðum eða eitthvað að skrifa SQL sjálfur frekar en nota eitthvað framework eða? Nei, það er yfirleitt ekki að skrifa SQL sjálfur. Yfirleitt er það að nota eitthvað eins og þetta Prisma, það sem þú ert í raun að fá í raun svona herra level, það er svona eins og að skrifa í C eða þú veist, fara síðan yfir í Java eða eitthvað svona higher level. En samanskapi, þú veist, þá er mikilvægt að vita hvað er að gerast þarna. Þegar, þú veist, ef að tólin brotna og þú setur upp með gagnagrunn, þú veist, að vita allavega hvernig, þú veist, töflur haga sér, hvernig við getum loggað okkur inn í grunninn og queryað hann sjálf. Og já, það var svona smá bras að vinna með þetta í JavaScript, en þetta Prisma library er alveg svona algjör sweet spot í hérna að vera ekki of svona taka yfir allt sem þú ert að gera, heldur ekki að vera of low level. Svona, þú veist, ef það er of low level þá vil ég bara skrifa SQL sjálfur, þú veist, það er ekki að hjálpa mér það mikið með eitthvað svona mjög specific verkefni. En það eru önnur sem heita Sequelize og Nox sem eru líka bara mjög svona battle tested framework til að keyra svona. Ok, þannig að þá er í raun þetta hvernig við erum að vinna með þessi gögn í þessari sýnlaust hérna, og það ætti þá í raun alltaf vera, þú veist, hvernig við til dæmis uppfærum, og þá erum við að segja update og við erum með svona set hérna sem segir í raun uppfærðu eitthvað ákveðið, settu þessar dálka ykkur ákveðin gildi. Þar sem að færslan er með þetta hérna ID og skila þessu þessum upplýsingum, þannig að hann eru að blanda saman í þessu sáum í selectinu og einhverju leitinu í insertinu, nema það er annars syntax hérna. Og síðan er fjórða, ef við erum með select, insert, update, og þá erum við með delete, og delete virkar svipaðu svo update, nema í staðinn fyrir að segja í raun eitthvað svona, þá segjum við bara delete where eitthvað skilyrði. Og hérna er svona ágætið svona footgun, ef við sleppum þessu og gerum svona, hvað gerist þá? Bara annars allt eða ekkert. Akkurat, þá uppfærum bara indiscriminately allar reyti í þetta. Nema líklegast muni að lendi því að uppfæri fyrsta og kasta sér villu að þú reynir að uppfæra næsta í sama eitthvað sem getur verið unique constraintað. En þetta er mjög hættulegt, sérstaklega með delete. Þá ertu bara að segja delete og þá bara straujar í gagnagrunn. Þetta er svona klassískt svona byrjaði nýri vinnu og strauja og eitthvað gagnagrunn. Ég gerði það þegar ég var nýbyrjaður, hérna. En þú veist, þess vegna er þetta svo mikilvægt að vera með, þú veist. Þá ætti raun prósessin að vera no clear, þú veist. Einhver svona junior forritari ætti aldrei til þess að hafa aðgang að einhverjum gögnum sem að geta óvart eyðst. Það er svona fyrsta. Þú ættir að vera með backup strategy, þannig að ef það gerist óvart, þá allavega getum við, þú veist, fengið backupið og það virki. Og þá vitum við líka að backupinu virka, þegar ofta er fólk að taka backup í fleiri vikur, mánuði, ár, en prófar aldrei að restora. Svo gerist eitthvað og reynir að restora, það virkaði ekki. Það er ekki búið backupinu er ekki búin að virka hérna í 6 mánuði og þú ert alltaf bara búin að tapa 6 mánuðum af gögnum. Ég er nokkuð sem ég með aðgang fyrir bara pússa beint á mig, þar sem ég er að koma. Já. Það er alveg svona, þú veist, prósessarnir þurfa að vera til staðar og traustið þarf að vera til staðar. Þetta er svona,
Já, þannig að þessu sögðu þá er verkefni 2 bara byggt ofan á þessu verkefni. Það sem er svona að taka eitthvað kóða sem virkar, það sem þið þurfum ekki að gera þetta frá grunni, heldur að fá eitthvað og þið eru að bæta við nýri virkni. Þannig ég ætla aðeins að renna við það áður en við tökum pásu.